Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í þennan lokaþátt af Lokaþátt? Já, ég vildi svona gefa fólki pínu Pínu hjarta Ég fekk smá. Já Ég bara að segja mér þetta svona. Hættur. Nei, þetta er ekki lokaþáttur. Ég að hvað heitir það? Tímavarp heitir það. Já, hvað er að ég? Ekki bara, þetta nafn frá þér? Nei, þú komst með tímavarp. Nú það? Já. Og þetta er frábært nafn. Þetta er ekki taka því persónulega. En ég bara man engin upp. Nei, það er... Og það var, yfirleitt er það samt tíma eitthvað, en núna, og ég er ekki svo að tjóka, núna var eitthvað Töluvarp. Ég veit ekki af hverju. Nei, ok. En velkomin, öll sömur í þennan fallega, ég vona að við hafi átt fallega menningarnótt. Já. Eða fallega ljósanótt. Er það ekki? Er það búið? Ég held að það sé, við erum að taka upp á föstudegi, 4 dögum eða eitthvað áður en þið heyrið þetta. Já. Og ég held að ljósanótt sé á morgun. Það er eitthvað svona, einhver það getur verið að hún sé á morgun. Já, hún er alltaf eftir menningarnótt. Já, akkurat. En annars bara við hafi átt góða viku og góða stundir með góðu fólki. Nákvæmlega. Ég er einmitt búin að vera ekki rifja upp kynni, ég er búin að vera svona kynnast nýjum, gömlum vin aftur. Já. Og þetta er búin að vera mjög gaman að gamli vinurinn er komin aftur. Hver er það? Dexter, já, góða rosalega fréttir vegna svo náttúrulega fannst búin að heyra því að það er búið að cancelara fyrir þá sem ekki veit þá er þess 2 serjur í gangi af Dexter. Það sem hann er ungur. Já, og svo þessi sem heitir Dexter Original Sin, ekki satt? Já. Og svo framhald, eða ekki, Dexter Resurrection. Yes. Og báðum þáttum gekk rosa vel og allir rosa ánægð með þá, en eins og stundu gerist að þá fyrst að slúta einhverju og þá slútaði Original Sin. Það var eitthvað, ég las eitthvað það að þeim fannst þetta að vera eitthvað skrítið að það væri 2 serjur í gangi með sama karakter og að 2 væri að leika þennan karakter. En svo einmitt eins og eitthvað bendi á þá var Big Bang var í gangi og meðan Young Sheldon var... Einmitt. Þú veist. Einmitt. Ég held að þetta geti alveg... Þetta er ekki það confusing, sko. Nei, fólk... Bara þannig er hann ungur og þannig er hann ekki ungur. Já, líka fólk við erum búin að horfa á sjónvarp núna í næstu heila öld. Já. Við þekkjum þetta, við vitum hvað það er. Við kunnum þetta. Og við, þú veist, hvað... Ég sé fyrir mig þetta kemur aftur. Já. En var það, var samt léttir, þú veist, hvor var þinn uppáhalds? Var það Original Sin eða var það Resurrection? Resurrection er að bara stimpla sig vel inn, sko. Okay. Það er bara svolítið gamli Dexter, sko. I'm liking it. Eru þið betri heldur en, af því nú, ég sá bara þeir voru að skjá einum, Dexter, back in the day. Þannig þú veist, ég horfði bara eins og á þeim tíma þegar það var í sjónvarpinu, eitthvað. Þannig að ég man svona hér og þar, ég sá aldrei, héttur ekki New Blood. Fólk var eitthvað misárandi með þá, eða ekki? Já, það náttúrulega vantaði og vantar enn náttúrulega núna svo mikið af þessum geggjuðu karakterum sem voru í gömlu, skilju. Trinity Killer og já, bara og systir hans og... Já, er hún ekki með í... Nei, og þú veist, hann er, þú veist, farinn, eitthvað annað og þú veist, þetta var... ég skil þessi sería svona svara einhverjum spurningum og er svona leiður út í það sem er núna, skilju, hún máli vera þarna, skilur en það var ekki alveg það var ekki alveg Dexter, sko. Ekki alveg þetta var bara svona ter það vantar allt Dexter í þetta en nú er Dexter komið aftur með Dexter mæli með þessu þátt. Já, velkomin í Dexter hlaðvarp. Já, við erum búin að tala um 6 mínútur um Dexter. Afsækja þetta. Nei, þetta er það sem fólk vil heyra. Það vil heyra hvað höfum við að segja um Dexter. Já, okkarlega. En árvikunar, það er 2014. 2014. Sem er 4. árið sem við tökum í 10. Já. Við höfum tekið 2010, 2012 og 2019 og nú komum við 2014. Það þýðir að 4 ár, það eru 10 ár í hverju 10. Ok. 4 ár í hverju 10? Nei, það eru 10 ár í hverju 10.
Hvað ertu að reyna að segja? Það eru 10 ár í hverjum áratug. Mikið rétt. Er þetta eitthvað sem við búin að koma að stað bara? Og við erum núna að klára 4. sem þýðir að við eigum bara 6 eftir, þú veist, þetta er alltaf að koma. Já. Þetta er alltaf að koma. Við erum búið með 3 í 80s og 4 í 90s og þetta er alltaf að koma. Já. Þannig að fólki sem er mitt er bara eitthvað, hver að fer þetta enda? Ég get ekki hægt að hlusta vegna sem ég er komin, ég er búin að hlusta 2-3 þætti, ég þarf að klára þetta. En please, get ég tekið 2-3 ár í einu? Manstu eftir 2014 vel? Já, örugglega þegar þú byrjar að rífa þau, sko. Manstu hvað varst að gera áramótin 2014? Það er komið að þeim lið aftur. Það er comeback. Nei, ég þarf að reikna þetta eitthvað út hvar ég var og hvar ég bjó og svona. Já. 2014. Byggum við saman þá? Nei, það er aðeins fyrir það. Það er einhverjum 4 ára fyrir það. En árið 2014 þá tek ég upp webcam sem er hægt að sjá á Voddi meðal annars. Og þú áttir að leika lítið hlutverk í henni. Já. Og þú áttir að leika þá 2 hlutverk sem við kannski segja það í lokin, við segja það á sögu. Við skulum fara fyrir út bara því fólk vil heyra tölfræðina. Hvað kostaði rjóminn? Já, nákvæmlega. Þessi persónulega rugli að segja mér frá rjómann. En á Íslandi bjuggu 327.386 og samkvæmt verðlagsreiknivélinni góðu samsvarar 1.000 krónur í dag 641 krónum. Það er svoleiðis. Þannig að það er svona, 64% þarna. Ég vil þetta góðir reikning. Ég er án fægir með. Það eru 10 ár í áratu. Wow! Starffræði geni. 641 er 64% af. Það er bara svo sem don't hate the player, hate the game, skilur. Ég var í hraðferð í grunnskóla þegar það var. Ég var í grunnskóla fyrir 2014 en ég náttúrulega var í grunnskóla þarna aðeins fyrr. Og þá var bekkjunum skipt í allavega unglingadeildinni, þá var hægferð, miðferð og hraðferð. Það er svoleiðis. Og ég var í hraðferð. Alltaf á hraðferð. Ég hef ekki tíma í það. Ég borða næstu mitt á meðan ég regla. Enga tíma, ég er á hraðferð hérna. En to be fair samt, fólk sem er eitthvað, við vorum held ég 35 eða eitthvað í hraðferð og það voru 3 í hægferð og 20 í miðferð. Óslega gaman að vera þessi 3 í hægferð sem ég hefði verið. Þú slasti það var ekkert verið að skipta yfir í... Kannski ásækja við það er alltaf eins og maður heyrir í bíómyndum eitthvað Bandaríkja, he rode on the short bus. Já. Það var eitthvað, hvað voru með sérstaklega litla rútu fyrir alla sem voru svona eitthvað aðeins öðru í sig. Já. En þú ferði í litlu rútuna. Það er líka sko, maður sér, núna ég hef ekki verið í skóla í Bandaríkjunum, en maður sér þegar maður sér svona myndir, að þá er svona skólarúta einmitt, og þar eru bara allir krakkarnir, þar eru bara 6 ára krakkar með 17 ára krökkum, skilur, maður eitthvað, þetta er ekki heilbrigt held ég. Þeir eru að heyra hluti sem að þeir ekki að heyra þetta. En það voru engar skólarútur, það voru skólarútur í Íslandi, en ekki þegar ég var, ekki breiðaskóla. Nei, þú þurfti kannski ekki á því að halda. Nei. Þú veist ekki í sveitinni. Ég manns að þetta er mjög kaldhæðið vegna þess að fyrir þá sem að þekkja persónulega, en minn stærsti draumur veturna þegar ég var í breiðaskóla og var að labba þessar 6 mínútur eða eitthvað sem tók mig, var að verða leigubílstjóri þegar vegna þess að þá vaknar og þú fer út í hlýjan bíl strax, skilur. Já, þú sást það fyrir því þannig. Já, þú ert ekki að labba eitthvað í, þú veist, þegar það var... En þú hugsaðir ekki að bíllinn væri, þú veist, þetta er að skafa hann. Nei, ég var... Þú sást þetta bara, bíllinn býður bara heitur eftir þér. Göngutúrin var ekki það langur í skólan, ég var ekki komin það langt og ég byrja alltaf upp á nýtt og hverju degi eitthvað, ég sé þér samt alveg fyrir mig, þú gætir, ég hef aldrei séð þig keyra, nei, en þú gætir samt, þú ert svona leigubílstjóri af týpa. Já. Og vinnur bara á kvöldin. Já, hlusta út á sögur og svona, já, ég sé alveg þú ert svona leigubílstjóri týpa. Já. Án ökuprófs. Ég ætti að mæta niður á Hreyfil og vera bara eitthvað, ég er ekki með ökupróf, en þú veist. Já, heima á kaffistofun svona. Já. Með ykkur leigubílstjóri. Má ekki vera bara fram í og spjalla.
þrusu launum. Já, fyrir að gera egg. Já, ég sé þetta fyrir mér. Já. Svo vil líka bara taka fram vegna þess að tveir hlutir. Fyrsta lagi, við hefum fengið feedback. Já. Og flest allt gott, en ég fekk að heyra daginn að í einhverjum þætti þá var pínu miskilingur vegna þess að við erum að djóka með JFK. Já. Og ég talaði að sé eitthvað svona rúmur sem hann hafi verið eitthvað slúður, svo ég tali góða íslensku, hann hafi verið pan, kynheiður, og þú ótengt því fyrir að tala að hann hafi verið svona every hole is a hole gaur, hann var mjög lauslátur, og það var eitthvað sem tók því að við vorum að segja að allt panfólk væri lauslátt og ríðað, það er alls ekki þannig. Og á sama tíma þá tekjum við líka fram að fólk sem var í hagferð, það var ekki hægara en það var ekki heimskara, það bara þurfti aðeins lengri tíma til þess að læra. Og ég hefði bara með gleði verið í hagferð, hefði ég fengið það valið, eða miðferð. Já. Passaði ekki vera ekki ásaka of mikið sko. Nei, en bara við erum ekki svona illa innrættir. Nei, og þetta við vorum bara að segja að JFK sjálfur væri slutty bara hann á besta hátt. Já, slutty-son. Og munið þetta vegna þetta síðast afsökunarbeiðni sem við gefum á þessum hlaðvarpi aldrei aftur. En 2014 þá voru þess að segja, verðlagsreiknivélinn segir að 1000 krónar samsvari 641 krónu. Og í september, hafa skal þetta í huga, vegna þess að í september birtist bónus heilsíðu auglýsingu í Morgunblaðinu með nokkrum af verðunum sínum. Við skulum renna í gegnum 4 dæmi. Er rjómi? Rjómi því miður ekki. Ég leita ef þeir auglýsa. Það er eins og að bónus aðra búið sé pínu feimin við að auglýsa rjóman. Ég teki eftir Það er einhver rjómafeimni. Það er einhver rjómafeimni, sko. En rifin ostur, sem er önnur mjólkurvara, 200 gram, 339 krónur. Þú færð ekki rifin ost fyrir undir 800 í dag, sko. Ég myndi fá mig bara eðlu tvisar á hver einsta kvöldi. Hann fæði segir eðlu tvisar á degi. Já. 2 lítra flaska af Coca-Cola, 148 krónur. Nei. Það er ekki neitt. Fyrir eina ískalda Coca-Cola. Kjúklingabringur, 1995 krónur kílóið. Það er ekki neitt. Ég held að það sé bara tvöfalt í dag. Já, eitthvað svoleiðis. Og þín uppáhalds, nýbökuð cheesy sleazy, 198 krónur. Steikið. Þannig að þú getur keypt þér nýbakaða cheesy sleazy og svo 200 grömmar rifin ost til þess að setja inn til þess að gera hana extra cheesy og extra sleazy fyrir 500 eða kannski svona eitthvað 600 kall. Ég vissi ekki hvað ég hafði þetta. Nei, ég hafði það gott þarna. Þú gerði þetta ekki nóg oft. Nei, ég hef getað gert þetta hverju kvöld. Við erum með cheesy og við erum svolítið sleazy. Já. Ef maður bara gæti fara aftur í tíma. Já. Það er bara cheesy, sleazy tíman eru búinir. Já, ok, það er bara þannig. En appelsínugulur og blágætt fatnaður, bjöllubotnabuxur, rúllukragar og risastóru treflar voru í tísku hjá kvenpeningnum. Og hjá köllum líka, 2014, það voru allir með trefla. Inni, úti, sumar, vetur. Þetta var trefla season. Konur voru einnig mikið með hatta inni, manni, 2014-2013, þetta var, mannst ekki, Salka Sól, hún var pínu svona talsmaður þess, að vera með hatt inni. Hún var alltaf í viðtölum og eitthvað sem alltaf með trefil og hatt, einmitt. Og hugtaki hipster var svona að deyja út. Þetta var svona, af því að á sama tíma að það var að ná hápunkti, að það var að deyja út, af því það var bara að taka yfir meginströmmin, þú veist, að fólk var hægt að nota orðið hipster yfir eitthvað, það bara allt orðið pínu hipsterlegt. Og Tumblr, Twitter, Snapchat, Instagram og Facebook voru ennþá aðal samfélagsmiðlarnir. Þarna er Snapchat bara einsárs eða eitthvað. Ég held að allavega á Íslandi það er bara 2013 eða eitthvað. Instagram mjög nýlegt. Facebook, þarna var maður bara okkur, Facebook er komið til þess að vera. Þetta er ekki bara bóla. Þetta er ekki bara bóla. Og Twitter var, við förum út í það kannski aðeins seinna í þættinum, en það var svona líka stimplað inn í íslenskt líf. Varstu með Tumblr? Nei. Ekki með Tumblr, en varstu með, ég nefnilega ekki þarna vegna það var ekki vinsælt á Íslandi, en varstu með Vine?
Nei, ég held ekki en ég vissi hvað það var. Já, fyrir þá sem eru ekki með Þórhall 83 og TikTok að þá, þú hefur nú verið flottir á Vine fyrir þá sem ekki muni þá Vine var svona eins og TikTok nema þá þú varst með 7 sekúndna takmark og ég held, nú verður bara viðurkenna að ég var aldrei með appið ef þetta var app, ef þetta ekki var bara síða öll mín Vine hef ég bara séð á YouTube og einmitt bara eitthvað svona og Tumblr og eitthvað. Nei, mér flest sem ég geri gott tekur 7 sekundur. Ég bara, allt sem ég geri tekur það vel 7 sekundur. Já. Viltu nefna dæmi? Nei. Okay. Meðal stjórnmálaskandala ársins má nefna lekamálið þegar að sjálfstæðismenn lágu trúnaðargögnum hælisleitanda til fjölmiðla, maður sé því, Hanna Binna segja sér, og þegar að fjármálafrumvarp Bjarna Ben gerir ráð fyrir því að það kostaði 745 krónur á dag að fæða hvern einstakling. Þetta voru svona svo var líka, það var hann að leiðréttingin og það voru svona Sigmund Davíð skandalar en við förum kannski meira um það þegar við tökum 2015. Þannig að þarna var hann að kynna inn leiðréttinguna og svo tekað tímasprengja. Vopnaður hópur sunni-múslima sem kallaði sig Íslamska ríkið í Írak og Mið-Austurlöndum, betur það sem ISIS hóf sókn í norður Írak. Ekki leið langur tími þar til Bandaríkin lýstu þeim stríði á hendur. Önnur ISIS, Bríet ISIS, tók þátt í Ísland Got Talent. Nei. Þannig að þetta var svona you win some, you lose some fyrir orðið ISIS þarna 2014. Það voru fjöll og dalir. Hvað hún verið fegin að vera böndlu við ISIS. Hún samt, ég veit ekki hvort það verið út af því, en hún var í þessum þáttum, minnum við sem þú veist, Bríet ISIS, en svo þegar hún var fræg, hún heitir bara Bríet. Það var alltaf bara Bríet. Já, það er rétt. Hún er hætt. Ætlaði að vera út af... Það er út af ISIS. Þeir hringdi hana. Við erum með höfundir rétt á þessu. Já, nákvæmlega, við viljum ekki vera leiðilegir, skilum, við viljum alltaf góði. Við fýlum tónlistina, Við erum ofta að hlusta á hana hérna í hellanum. Okkur finnst ESA mjög fallega með þér, við erum alveg saman. Þeir sögðu mitt við hana, rólugu kúriki. Nú hættið þú nú að ISIS nafni. Það getur bara verið. Hvað sagði þið? Rólugu kúriki. Já, þannig fekk hún hugmyndina að læginu. Já, ég veist ekki að það væri svona falleg saga. Hvernig feistu hugmyndina að læginu? Herðu, ISIS ringdi við til þess að háta mér. Hryðjuverkasamtökin ringdi í mig. Það sagði rólugu kúriki. Og ég var strax bara hver penni og blað, ég þarf að rólegu kúriki. The ALS Ice Bucket Challenge tröllreið veraldavefnum sumarið 2014, þetta var svona yfir sumarið. Þar sem að fræga manneskjur tóku sjálfa sig upp, hella yfir sig ísköldu vatni til styrta góðs mannlefnis. Mér minnir að það funkar þannig að sem sagt ég challengeaði þig. Ég segi þú hefur 1 sólarhring til þess að annarkvort gefa pening til ALS hópsins, hvað sem það hét, eða þú þarft að hella yfir ísköldu vatni. Og fræga fólki gerði alltaf það að þau bara, þú veist, tóku vind og þau eitthvað hellti yfir sig vatni og sagði svo, en að sjálfsögðu gef ég líka eitthvað pening og ég skora á. Og það, meðal fólk sem að tók þátt, frægs fólks, voru Eminem, Rihanna, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Iggy Azalea, Ben Affleck og stríðsklæpamaðurinn George W. Bush. Hann var þarna með og ISIS-hópurinn með Bríet, þeir skorum á Bríet. Við skorum á Bríet fyrsta lagi, slepptu ISIS og við erum með 2 ískorandir, annars vegar slepptu ISIS en það voru ekki bara góðir hlutir sem gerðust þarna 2014, ekki bara skemmtilegir hlutir, vegna þess að þetta var líka árið sem að hláturinn dó, vegna þess að Robin Williams framdi sjálfsmorð. Já, það er svona celebrity dauði sem að ég bara fekk mest inn á mig svona, þú veist,
mér fannst mér bara, ég var að missa einhvern svona frænda. Einmitt. Bara einhvern skemmtilega frændan og já, þetta var mikið sjokk sko. Ég get sagt að ég er ekkert þetta auðvitað það, ég grét ekki bara, ég grét tvisar, ég grét þegar ég frétti þetta og svo bara viku seinna eitthvað bara hugsa með þetta. Maður var algjörlega miður sín og að því líka þetta var ekki, þú veist, bara þetta kom svo óvart og svona líka bara þetta að verið sjálfsmál, bara það, þú veist, maður og svo kom sérst í ljós að verið með byrjun að stiga einhverju Parkinsons veiki, það var ekki alveg eitthvað svona Parkinsons veiki, eða þú veist, eitthvað svona tegund og já, mjög tragist já, þetta var alveg hræðilegt og svona að því maður, hafa oft fallið frá einhverju svona stjörnumark leiðilegt og þú veist, ég held upp á það en þetta einhvern veginn bara, maður fekk alveg eins og segi, fannst þess að ég hef bara mist einhvern svona skemmtilegan frænda sko. Einmitt. Þetta var alveg svakalega sorglegt. Bara eins og eldingur úr heiðskýru lofti líka. Já. Af því hann líka, ég meina, þú veist, hann var búinn að gera svo mikið myndum og svo lengi og svo hann var mjög mikið í því að gera að sjálfsög fyndamyndur, það er líka svona feel-good fjölskyldumyndir, svo sem að þannig að maður búinn að horfa á hann, síðan maður var lítill polli. Já. Og svo gera hann líka, þú veist, aðeins meira fullorðismyndir og þannig að maður búinn að vera partur af æðimanns. Sástu um að 1 hour photo? Heldur betur. Geggjumynd. Og ég er einmitt talandi hana, sko. Mín uppáhalds Robin Williams mynd er Good Will Hunting. Hann er frábær í henni og hún er frábær. En ég ætla að biðja að blind ranka 5 Robin Williams myndir og við byrjum þá kannski bara á 1 hour photo. Ok. Þar sem hann leikur sem sagt fyrir yngri kynsluna þá var það einu svona þannig að myndir, ljósmyndir, þar voru ekki stafrænt fíl. Nei. Stafrænt skjal, heldur þurftur að láta framkalla þar. Algjörlega. Og þú gast farið með það til Hans Petersen og annars. Já. Og svo voru líka búðin upp á þjónustar þar sem að því yfirleitt þá þurftur að bíða í 1 til 2 daga. En ef þú vildir, þú bara vildir myndina inn á núna, þá var búið upp á svona 1 hour photo. Borgaðis ekstra. Já, þá var yfirleitt voruð í einhverju mollið, þannig að þú veist, þú gast farið, borgaðis ekstra, farið í klukkutíma, borða át, kíkja einhverju búðir og svo kostu og náður myndina hennar. Náður myndina sem voru 5 að þeim voru blörra. Einmitt. Hreyfð. Önnur svona, ok, ég með lokuð augum þarna. Já. Af 20 myndum gæti ég nota eina, eða svona ein sem var í lagi. Og á 5 var of lítið flass, öðrum 5 of mikið flass, þetta var, já. Já, allir með rauðu augu. Allir með rauðu. Þarna stalst yngsti fjölskyldumörnum í myndavélina og tók 4 myndir. Og hann lék sem starfsmann þar sem verður svona heldtekinn af kúrunum sínum. Já. Geggjumynd. Já, ekki, ég meina, eins og við vorum að segja, náttúrulega einn af The Goat, eins og að segja, í gríni, en þetta var ekki mynd það sem hann lék grín hlutverk. Hann er ekki með skegg í þessari mynd. Nei, hann er með sko aflita hárið. Já. Er þetta ekki eina svona alvarlega mynd sem hann er ekki með skegg? Jú, ég held það var Finni Robin, þá var hann ekki með skegg. Svo, ok, þetta er alvarlega, hann er komið með skegg. Þá tók hann sér hálfa sólarhring í að vaksa skeggið sitt. Já, hann bara rendist. Já, ok, fúlskeggjaður. Herðu, mér finnst hún geggið, sko, en það er þú veist, ég ætla bara að setja hann í annarsæti. Annarsæti? Já. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Hún var mjög flott í 4. sæti. 4. sæti. The Birdcage. Mjög góð. 3. Var ekki með, jú. Jú, hefur séð klippur á þegar að taka viðtal við Nathan Lane, var ekki Nathan Fillion, Nathan Lane. Að þeim tíma var hann ekki komin út úr skápnum. Já. En þú veist, hann alltaf var slúður í gangi og svona fólki og Oprah var eitthvað svona að pota í hann. Þeir voru hann að kynna Birdcage, þar sem þeir leika samkynhneigt par. Og hann bjargar honum alveg og fer bara hún alltaf átan. Já. Oprah, það er svona fólk að lítið tilbaka og það er verið að shame hana fyrir þetta. Já. Ég sé það mitt klippur af því og svona og Robin, hann svona bara tekur yfir og byrjar bara að riffa og hún gleymir að gera grína henni á góðlátan hátt og svona hlæja og gleymir. Vissu að hann átti upprunalega sem sagt að leika hlutverki hans sem Nathan Lane
semst Robin Williams átti að vera hann en hún fannst að vera að því hún nýbúin með Doubtfire já aftur eitthvað í svona hann vildi vera aðeins make sense þannig að þau ok, verðu hinn og þá fengu Nathan Lane og það bara gekk svona ljómandi vel það gekk upp já, þannig að Burkheads 3 talandi Doubtfire, Mrs. Doubtfire já klassík já, ég er bara að reyna að muna hvort það sé ég er okkur að gleyma ég verð þá bara að setja hann nummer 1 lokum Patch Adams já 5 ég held sér bara nokkuð sáttu við þetta já þetta er mér allavega mjög ég samþykki þennan lista ok, flott en atburðir ársins 2014 þeir voru eftirfarandi 22. febrúar Ísland dró aðildarumsókn sína að Evrópusambandinu tilbaka þrátt fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn hafi gert það kosningalofurinn sína ári áður að kosið yrði aðildina þess má geta að 82% þjóðarinnar vildi þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandið og mættu þúsundir manna og mótmæltu fyrir framan Alþingishúsið þar á meðal Tótó fremstur með potta og pönnur og mikrofón og sagði ég sagði við erum mótmælum og sagði ég er ekki mikið fyrir ræður ég er ekki mikið fyrir að tróða mér í sviðsljósi en ég verð að fá að segja nokkur orð já, no er no 8. mars þetta var svona eitt af stóru atburðum þess árs Malaysia Airlines flug 370 með 239 manns innanborðs hvarf af ratsjám á leiðsinni frá Kuala Lumpur til Peking hvarfið er ennþá óleyst já, ég ætlaði að mynda að spyrja var það einhvern tímann nei, það er alltaf sjálfsögðu einhverja kenningar og eitthvað svona og ef þeir eru að hlusta þau vitaður ekki að þú er flottir, gáfaður bestur í heimi kláraði bara Jónum þeina og slakaði á en svona officially, opinberlega þá er hverfið ennþá óleyst já er þetta ekki bara, það voru einhverjir þættir sem að það var einhver flugvél sem að Lost? Nei, það var þetta var svolítið Lost-legt sko okkur man ekki hvað það hét þá faraði í flug og svo þeir lenda þá bara sem sagt var búið að líða árið eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var eitthvað svona Er það tala Stephen King Langoliers eða eitthvað Nei, þetta voru þætt já, ég man ekki hvað ég horfði eitthvað á þetta þetta var mjög lostlegt sko. Já, ég skilði, ok það var svona eitthvað misteri, það var eitthvað með tíma og eitthvað þau fóru með flug, fyrir þeim var þetta bara nokkur klukkutíma flug en svo þau lenda það bara, hvað þið búin að vera það eru 10 ár síðan þið lögðu staðskilju eða eitthvað, það var eitthvað svona þá svona, spooky mér langar að finnast að þetta er Netflix ég skal finna út hvað það heitir á eftir en þetta var, þú veist, þetta var náttúrulega bara að því svona ráðgátur gera sig ekkert í dag og á þessum tíma þótt að sé kannski bara lenda þeir bara 2038 bara það verður þeir eitthvað, hvað? Þetta var bara erum við búin að vera að pæla í okkur eitthvað við erum bara litla flug 370 við erum fórum bara litlu flugvél já, við erum að ekstra hægferð við erum 20 ára hægflugferð en 10. maí Conchita Wurst sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva 2014 fyrir Austurríki með laginu Rise Like a Phoenix já sem að ég veit að er miklu uppöldið mörgum en ég er nú bara þannig gerður mér finnst Eurovision balluðunar ekki eins skemmtilegar og stuðlegin þannig að ég, þú veist, það er stundur lenda mér í að þau eitthvað svona, já, setjum að Rise Like a Phoenix og allir syngja með, þú veist trillist þú? Já, þetta er bara eitthvað djöfisisvæl, þetta er alltaf eitthvað djöfis þú veist, þetta er ekki alveg Eurovision setjum að eitt lag Ísland sendi út enga fordóma með Pólafeng burtu með fordóma og allan eitthvað óþæra og hvað heita No Prejudice eða eitthvað svona á ensku með Polla Punk 7. júlí stórbruni og gassprengingar urðu í húsnæði Fönn við Skeifuna 11 verslunin Griffill brann til kaldra kola stór reykjamökkur sá slanga leiðir meðal annars til Akranes og Njarðvíkur brunabótamat var talið tæpir 2 milljarðar mannst ekki af þessu? Plus
reiknaði nú með að við gengi sko. Já, einmitt, þetta eru tæpir 4 Já, ég man vel eftir þessu, ég var stattur í Skeifunni með þessu. Mér er löggan fór að tala við þig. Ég var stattur í Skeifunni, ég skuldaði Kriflir pening og... Það var mjög hendugt. Nei, ég man ekki hvort ég var hann, það var rétt hjá, maður sá Reykjavíkun og stoppaði og eitthvað. Já, ég man að ég var hann að sá þetta var... Svakalegt. Já, og að þetta var kvöld man ég man ég var hjá ömmu minni og við vorum eitthvað, sjóar var í gangi og svo kom bara breaking news bara það kveiknaði Toto Toto in the wild mynda fyrir svona gasbrúsa en já, þetta var alveg svona og líka því einmitt fyrir yngra fólk í Griffill það var alveg stór búð það var alveg svona og sérstaklega fyrir framhaldsskólanemendur og það var skiptibókamarkað endalógin á Griffli þeir ætla að koma aftur en svo bara einhvern veginn var það svona úr því og þetta var þessi bónus er núna í Skeifunni þetta var cirka bát þar þetta var rosa atburður sko 19. ágúst, Linda P. bjargar hryssu. Fyrst var reynt að koma hryssun upp úr skurðinu með aðstoð bíls en þegar ljóst var að það dugði ekki til að grafa köllu til. Þegar hryssan komst loks úr prísundinni var hún býsna þrekuð en Linda hlúði vel að henni og bauð henni meðal annars upp á nudd. Það Linda P. og Fjölnir eru hrossa bjargvættir Íslands. Það bara, fyrir þá sem muni ekki þá bjargaði hann og ykkur hæstum úr tjörninni. Einmitt, bara nokkrum árum fyrir. Hvar væru hrossin okkar án þeirra, þeir væru bara deyjandi hægri vinstri. Já, ekki múið að fá neitt nudd eða neitt. Nei, og hún sagði í viðtölinu að nudda hest væri bara eins og nudda manneskinu með aðeins loðara. Það væri meira að maður fengi svona hár á hendurnar og hún er greiðlega ekki nudda mig. Nei, það er margt líkt með þér og hrossi. Og hrossi. Bæði með fax. Já, og alltaf lendi hættu 23. september elska sigumóla og smá hei 23. september hjónin Hafsteinn Steinsson og Elín Kristdóttir Linnet voru á leið úr Norðlingaholti á Landspítalann þegar að Elín sem var ólétt af tvíburum fann að sá fyrri myndi ekki bíða mikið lengur tók hún sjálf á móti barninu standandi á Vesturlandsveginum í morgunumferðinni á þriðjudegi. Vá. Pældi því. Nú hefur þú tekið á móti barni. Þú átt. Já, ég tók persónulega. Það þarf enga lækna hér. Þú klipptir á stengir, býstu við? Ég nagaði hann. Lítið nagrins. Nei, jú, ég klippti. Þú klipptir og þú getur ímyndar hefði allt þetta gerst á Vesturlandsvegi klukkan 9 morgun á Ég hef ekki hjartafall held ég. Já, þú hefði verið í kvíðagast. Já, það má alveg segja það. Ég var ekkert svo eini, það engum skrítið held ég. Þú líka, náttúrulega, þú talaði að þú ert kvíðir og einu skiptir allavega í mín upplifun. Já. En svo einu skil sem þú verður pirraður, það er þú ert mjög kvíðin og þá veit maður, ok, þú er mjög eitthvað. Þú hefur alveg verið bara brjálað, þú verður, hún er eitthvað grátandi eitthvað og þú er, hvað hættu þessu? Hættu þessu að djöfisum við þessu? Hættu þessu regli? Það er fólk að horfa á okkur. Sættu banda aftur inn. Það er fólk að horfa. En sem betur fer, þá gerist það ekki. Hvenær er þú sem er pirraðan, hvaða rugl er þetta? Tvísvar. Okay. Einu sinni þá vorum við að keyra frá Akureyri og við glemdum að koma við að taka bensín. Já. Og við vorum að stoppa við að því að pabbi minn og konan hans búa rétt fyrir utan Akureyri. Já. Og var bara að gefa okkur leiðbyrja af því að þetta var bara tiltölu nýfluttur og og við glemdum að taka bensín áður við fórum út og við áttum bara pínlítið eftir og það var svona spurning þú veist, þurfum við að stoppa og ég var eitthvað að lesa leiðbyrju og þú eitthvað, hann veit ekkert hvað þetta er Vá þá varstu lítill smá kvíði smá kvíði í klopnum já Varstu hissa? Ha?
Nei, ég hugsaði bara, hann er bara krífinn. Þess vegna gafstu mig sykurmóla. Já, og þú, ég hugsaði bara... Það verður fyrir mig. Og þú jafnaðir strax eftir, ég hugsaði þetta. Leið og við komum að einhverju bensinstöðu eða eitthvað svona, þá var það hóðast. Árskós sandi. Eitthvað svo leiðis. Ég man þetta. Er það? Ok, ég man ekki svona vel eftir þess að þetta hafi verið. Þetta var, ég held að það heiti það, þetta var eitthvað svona pínu lítið place og þetta það sem bjórbúðin eru. Já. Þessi Árskós sandur. Þetta var svona bensinstöð sem bara gerð fyrir einmitt fólk sem glemdi að taka bensín í. Það var bara ein bensíndæla. Já, einmitt. Og þú veist það var, já. Og þar náðum við. Já, þetta reddaðist. 2. nóvember. Milliríkja nefnd loftslagsbreytingar birtir loka hluta 5. matsskýrslu sinna sem tala alvarlegar og óafturkræfar afleiðingar loftslagsbreytinga. Það sorgandi satt. En sem betur fyrir erum við með þætti svo Joe Rogan og slúðis sem að redda öllu saman. Hefur séð klippur af það er af því hann alltaf, þú veist, svona fucking pack að það tekur allt úr samhengi og það klippa þar sem hann með Bernie Sanders og hann hann spyr hann eitthvað loftslagsbreytingu og hann eitthvað, ertu búin að sjá nýju greinina eitthvað þetta og þá bendir á og þá átti vist eitthvað að afsanna loftslagsbreytingar en í þessari grein að þá hefði hann lesið bara setningur undan eða setningur eftir að Nei, það hendaði ekki. Nei, bara akkurat fittar hans. Fucking Joe Rogan. Og þú segir að sé besti grínisti allar tíma, við veist það. Ég hef ekki séð einn eða heyrt einn þátt af þessu. Þegar við byrjum með hlaðvarp þá sagði þú við mig ég ætla að gera svo gott hlaðvarp að ég verið kallaður Tógan. Já, það einmitt það sem ég sagði. Og ég byrjaði að taka stera. Og byrjaði að skera svona af löpunum og verður 1:40 eða hvað sem hann er. Hann er ekki góður uppistandari. Hann er ekki, nei. Það er ég veit ekki. Sko hann málið það að meira þess að taktu burt allt eitthvað pólitískt og allt svoleiðis bara það að hann hafi verið með vinsælasta hann er ekki góður og það er svo fyndið einmitt að sjá að því hann alltaf náði það svo mikið af hann var með allir þessi völd og ennþá og þá svo mikið einmitt grínustum að sleikja hann upp ég mér dætt bara í hug eitthvað dónalegt að sleikja hann upp fyrir frægð og frama en svo fyndi, hefur ekki séð þú veist eins og þegar Jay Moore mætir í podcast hjá Bobby Lee og hann er bara eitthvað áhugavert að hans orðið gaurinn sem segir hvað fyndið og hvað ekki og allir í kring voru þú veist slægjandi og geina sammála en það mátti ekki segja það og svo alltaf Mark Maron byrjar að koma fram og þú veist það er mjög gaman En á ekki Joe Rogan Mothership eða eitthvað Jú sem ávist að vera skelfilegt sko. Þú veist það bara fyrsta lagi rándi kostar eitthvað $800 inn What? og það er eitthvað svona vopnaði verðir út allt og það var eitthvað svona alright og svo líka talandi Robbie Williams og talandi Joe Rogan sem yfirstandara að það er svona, hann er með vegg þar sem hann er með svona vínilplötur af bestu specialum uppbyggsta specialum og það er þú veist Robbie Williams, Pryor þú veist allt þetta og svo er hann með Joe Rogan einna bestu specialum allra tíma En nóg Joe Rogan Því 3. nóvember skýjaklúfurinn One World Trade Center í New York borg var opnar almenningi hæsta bygging á vesturhveli jarðar Hefurðu mætt og votta virðingur inn á One World Trade Center Já og fór safnið sem að er allt næðanlega Þannig að þetta er þessi von að því nú veit ég hef ekki komið hana hann er bara safnin í þeirri byggingu með hliðina og hvernig Sko það sem að turnarnir voru er svona eins og brunnur eða eitthvað þú veist og svo eru nöfnin á öllum þar í kring og svo er alltaf sett svona kerti yfir nafni ef við komum til á ammali eða eitthvað svona en það í annar byggingu er safnið sko Já þannig að heitir það þá ekki ég man ekki alveg
En ég ætla hann að fóra, það svakalegt já, reynsla að skoða þetta allt og já, ég trúi því ykkur að hlusta á hljóðupptökur og fólki að hringja í símsvaran til fjölskyldu sinna já, ég hérna og það ein flugvél og við erum föst hérna upp á þetta var mitt síðasta símtal og eitthvað bara ég elska ykkur og maður bara svakalegt. Hefur þið séð YouTube-myndbandið af það eru svona ekki úlingar en þeir eru svona kannski svona 20 og eitthvað hópur af vinum sem bara eru upp á þakki að chilla og eru að taka upp bara á þú veist á svona Waffle whatever bara þau að spjalla bara ekki og svo bara allt í einu sjáðu bara flugvél og þeir þú veist þeir eru ekkert það langt frá turnunum og þau bara allt í einu sjáðu bara flugvél koma og flúa og þeir bara hvað þú veist þetta náttúrulega sko fólk sem er fætt eftir þetta veist, það einhvern veginn ekki hægt að nei eða þú veist þetta bara, já, þetta er bara eins og maður heyrir bara eitthvað sem gerist löngu þetta gerist en maður hefur enga svona tengingu við það beint og getur ekki en þú veist þetta var, skerður þú líka bara maður, þú veist, maður var hræddur ok, en núna að fara að koma þú veist, bara stríð, eða fattur þú veist, hvað og sem alltaf gerist, en er að koma stríð hjá okkur en One World Trade Center ekki eins frægur turn og tvíbroturninir myndi ég segja en þú veist, hann er ný fættur, ný risinn að gefa hann tíma en nú ætlum við í lið sem við farið í einu sinni áður og vakti mikla lukku nú, hjá hverjum? Allavega 2 nei, allavega 3 vegna þess að ég setti í og ég minni á skoðanakannanir á Spotify og ég setti í skoðanakönnun á síðast viltu heyra meira af Kæra Tótó og þar voru 100% búið að segja já og ég var með möguleikana hver staðan núna? Ég var með möguleikana já í hverjum þætti já reglulega og nei og það var held ég 100% í já í hverjum þætti það er svoleiðis við skulum sjá hvort að það verði hægt en vitum við já 3 atkvæði öll 3 í já í hverju þætti ég held að ég fara að hætta þessum skoðanakönnum vegna þess að þetta er það er 3 sem var já, að þið líka sko þetta er bæðið tífasár og að við erum að fá bara ágæti sérstaklega við erum bara að byrja alveg ágæti hlustur en þetta lætur lítakett eða lítur út að sé bara 3 að hlusta það eru 5 að hlusta það eru marga 10 marga 10 að hlusta en aðeins 3 vita þessari skoðanakönnun og þá er ég meina að allt þetta fólk sem er að hlusta eru 10 heldur betur þú veist, við erum að tala um þig ó já, litla fallega blómið okkar en það er Kæri Tótó já. sem að kemur úr Fréttablaðinu þetta skipti okay. Kæri Tótó, ég er með spurningu um sleipiefni af hverju má ekki nota bara hvað sem maður finnur sem sleipiefni ég spyr því ég hef heyrt þig segja að það sé best að kaupa sleipiefni en það er alveg margt sem er til sem er hægt að nota og því er ég bara forvitin því auðvitað vill maður heldur ekki skemma eitthvað nei, það er nefnilega ekkit allt svo gott komið sér snertingu í slímhúðuna já það þarf að vera rétt efni til að eyðileggja ekki slímhúðuna og svona þannig að sleipefni er mjög mikilvægt og nota það alltaf, alla daga hvað sem það gera verður alltaf löðrandi í sleipefni það er auðveldar að fara í nærbuxur já þú buxur og allt bara verður bara frá toppi til táar sleipur strax eftir sturtuna já, bara sem ber á sig krem ég bara ber á sig sleipefni Ertu með eitthvað sérstakar lykt eða bragð? Já, ég er með kókos eða svona kókóbutter og þannig að þú getur sleikt mig hvar sem er og það er gott bragð gott kókosbragð Þess ertu kallað Tótó Bounty Já, það er ástæðan Ekki er ég, þú veist ekki er ég með réttan lit Nei Þessalega fölur og gegsaði basically Já, þannig að það er ekki verið vitni í það Það er, já En þetta var Kæri Tótó vikunar Já, það er bara já, það er margt sem getur eðilagt slímhúðina ef þú ert að tróða ykkur þarna
Einmitt. Þið heyrðu það hér fyrst. Til dæmis heyrta baby oil eins og Diddy frændi. Ég veit ekki hvað ég sagði þetta. Nei, ekki heldur. Hann Diddy kallinn, ekki pabbiðinn. Nei. Anna Diddy. Já, Diddy. Já, pabbi Diddy og P. Diddy. Já, maður heita að baby oil sé ekkert gott fyrir þetta. Kannski þetta var nutta hest. Já, kannski var hringir í Lindu P. spyrja hvort hann hafi en þú varst að fara inn í einhvern þá hljómaði, ekki, það er bara venjulegt sleipefni. Muna bara allt sem heitir eitthvað baby þá koma út, ekki aldrei inn. Mjög gott. Það er gott. En svo líka náttúrulega pH level, sýrustig og alls konar. Það er alls konar ástæði fyrir þessu. Þessi þáttur í boði ónefndar kynlífs Sleipefni EHF. Eitt svona gamall gaur í Grafarvoginum. Hvað getur það? Já, ég er með sleipefni.is. Ég bý til í baðkarinu mínu. Allar ekki, hann er viðbjóður. Þetta er besta sleipefni. Þetta er besta sleipefni á markaðanum. Og maður þarf ekki alltaf að kaupa, maður þarf alltaf að fara heim til hans og kaupa það. Og skúpa úr baðkarinu. Þetta er rosalega drefur úr manni svona, þú veist, mútið sko, en þetta er bara svo gott. Með svona skeiði svo í nammibörum. En það er komið að kvikmyndum 2014 og það er komið að 2014 Movie Quiz Extravaganza. Það sem að ég lýsi sögufræði kvikmynda og þú giskar hvaða kvikmynd sem kom út árið. Ég giskar ránt. Nei, herru, þú varst með 10 af 10 síðast, eða 5 af 5 eða hvað sem það var. Já, ok, reyndar, já. Þú ætti eftir að geta þetta allt saman. Ok. Bye Bye Squeeze. Bye Squeeze, Gone Girl. Game Pabbi. Interstellar. Interstellar, heldur betur. Það er grenjumynd, sko. Það er rétt. Risaeðla, ekki risaeðla. Og greipum með einhverjum mynd. Þeir sem þekki uppistandið hans á. Komodo drekið, eðla eða risaeðla. Risa, bíl, eðla, ekki risaeðla. Godzilla eitthvað. Þetta er Godzilla, bara Godzilla. Hvað er að On fire. Herðu, Iðnó og Ráðhús Reykjavíkur. Iðnó og Ráðhús Reykjavíkur. Já. Er þetta Íslandsmynd? Íslandsmynd. Iðnó, 2014, Iðnó og Ráðhús Reykjavíkur. Ég er ekki að tekja. Og hugsar, hvar er Iðnó, hvar er Ráðhús Reykjavíkur? Já, þetta er hérna, hvað heitir gatan? Bara, þetta heitir eftir götunni? Já, Þorsteinn Backmann. Ég hef mikla von að þú... Vonarstræti! Já, Vonarstræti! Já, 10. Og loka, Tótó hlær alla leið í bankan. Ég? Já, Tótó hlær alla leið í bankan, 2014. Tótó hlær alla leið í bankan. Ég veit ekki. Tótó hlær? Já, ég hló rosa mikið. Hlóst í mörgum bíómyndum? Já! Hvernig ertu með 10 af 10 og svo þegar gefur að mynd sem þú ert í? Þetta er Harry og Heimir. Heldur betur, við tölum hana bara í síðasta þætti. Já. Harry og Heimir. Þarna varstu. Þar var ég illmennarhlátur. Já, þarna skall hurðnæri hælum. Ég sá hana, þar koma Harry og Heimir leikrit. Einmitt, í þjóðleikurskallaranum og eitthvað svona, ég er mjög spennt, ég held að ég ætla að mæta. Ég var
fyrstur Eitur spenntur, ég var að vinna í Borgarleikhúsinu þegar Harry Heimi var þar, það var mjög fyndið líka þeir eru alltaf Harry Heimi, það er bara held ég eitt af mitt uppáhald svona íslensku grín dæmi sko. En aðra myndir sem mæli með sem koma 2014 eru myndir eins og Fault in Our Stars, það er vælumynd Nightcrawler, Happy Christmas sem er ekki jólamynd, ég getur hort á hvernig sem er Lackeys, Babadook, The Drop, Creep og The Guest Einmitt Við þurfum ekki að horfa á myndir, við erum búin að upplega Í byrjun árs sigraði 12 Years a Slave, Óskarinn fyrir Best Picture og á þeirri athöfn gerðust 2 frægir hlutir. Manstu hvað það var? 2014. Will Smith sló alla. Nei, hvað? Frægasta selfie heims var tekin af Ellen. Ok, Ellen, Anna, Já. Tók selfie með Kevin Spacey og og Harvey Weinstein og Louis C.K. og selfiein var retweetu yfir 3,4 miljón skipti þetta er 2014, þetta er bara einmitt og var tekin upp á Samsung Galaxy Note 3 Samsung hafi borgað $20 milljónir fyrir þá sponsor auglýsingu. Það er bara svipað sem við erum að fá fyrir Thule. Já. Thule með áfengi og án áfengis. Já. Drekki Thule. Það ok. Það er skil. Ef þeir eru orðin nógumul. Já, áfengis. Já. En hérna ég er alls ekki svo fyrsti til þess að benda á það. Ég hef séð þetta oft á netinu og svoleiðis. En pældi, hefði þessi mynd eða svipumynd verið tekin í dag, það er engin pælt þú veist, öllum þú ert endalaust fólk, allt frægt fólk er á Instagram og þessu og þú veist þarna var þetta svolítið merkilegt þá já, þetta var, ég held að smá mikið að fara á einni mynd einmitt og þeir eru öll í smoking annað frægt atvik var þegar að John Travolta kallaði Idina Menzel Adele Dazeem hann klúðraði nafninu hennar sem að hún reyndar sagði síðan í viðtali eftir á að þetta veri bara eitt af besta sem gerst hefur verið fyrir ferilina vegna þess að það voru allir að tala þú veist, hver er þessi af því hún var fræg í leikhúsheiminum í Bandaríkjunum þú veist, hún var upprunalega Wicked og allt þetta og söng Frozen og þú veist eitthvað en þarna var fólk bara eitthvað, hver er þessi Idina, þú veist Adele Dazeem Já, ég maður því að það var einmitt þetta var mjög gott fyrir hennar fyrir næst þegar þú tekur lagið á grímunni þá verður að fá Hilmi Snæði eitthvað þess að getur þú sagt nafnmitt villust nema hann segir bara eitthvað Þorvaldsson og fólk bara já, ok Næsta ár sigraði Birdman Óskarinn fyrir myndir sem kom út árið 2014 yfir meðal annars Boyhood, Grand Budapest Hotel og Whiplash. Þetta var mjög gott bíóár. Sumir segja, ég er ekki alveg þar en sumir segja að 2014 sé besta bíóár þessara aldar. Ég segi 2007 sko og það er árið þú veist, það er margir segja 2001 en Þetta er gott ár. Gott ár. Tónlistahátíðin Secret Solstice var haldin í fyrsta skipti. Mættur á hana? Ég held það bara, já. Á henni kom fram hljómsveitir eins og Massive Attack, Woodkid, Disclosure, Schoolboy Q og Eivör Pálsdóttir. Ok, kannski mætti ég ekki fyrstu. En ég hef farið á Secret Solstice. Já. Ég, sko, ekki til þess að draga upp eitthvað gamalt beef. Ég er alveg búinn að fyrirgefa, skilurðu. En ég ætlaði að mæta fyrstu og það var þannig að þú gæst keypt miða og svo gæst líka keypt miða í 2 helmingum eða fattari og ég gerði það, ég keypti og setti, þú veist, borgaði fyrir helming og þú þurfti að borga fyrir eina dagsendingu og ef þú gerðir það ekki að þá heldur peningunum og ég sjálfsögðu glemdi að kaupa þannig að ég var aldrei mæta þetta skítapakk og þið bara tóku peningið? Tóku bara, ég manni hvað þetta var, 20 skall eða eitthvað. En, þú veist... Svolítið þér að kenna. Svolítið mér að kenna, myndi sumir segja. Ef þú veist, já, en ok. En samt. En... Þeir vissu bara að vera til nóga fólki sem gleymir. Ég veit að það er einmitt. Svolítið slísi. Já, ótrúlega að sé löglegt, og Justin Timberlake hélt tónleika í Kórnum. Mættur á þá?
Nei. Ég mætti það. En voru þeir ekki strímaðir í beinni á netinu eða eitthvað? Það getur verið. Ég man að það var allt brjála vegna þess að hann var alltaf að segja Reykjavík, Reykjavík, how are you? Reykjavík, eitthvað. Hann var tæknið kófa emitt og maður bara eitthvað, nenni að hætta að vera Íslandingar í smá, getur please, hann að greina. Leave Justin alone! Og á Billboard Year-End lista voru við viljum tala eitt af bestu árum þessar aldar í tónlist. Okay. Það svona pop tónlist allavega. Það lög svo Shake It Off með Taylor Swift. Shake It Off. Happy because I'm happy. All About That Bass. What? I'm all about that bass. Fancy. I'm so fancy. Hvað ekki? Rude. Why you gotta be so rude? Og The Monster. Wow. I'm friends with the monster. Þetta var rosalegt ár og þetta er bara dropin í hafinu sem að pop tónlist 2014. Og á klakanum kom út lögin svo Paris Norðursins með Prince Polo, All the Pretty Girls með Kallio. Já. Ég var bara að syngja, þetta var svo huge hitur og þetta var mjög gott lag, þetta er ekkert, þetta er bara all the cute girls like David eða eitthvað svona, ég man ekki, það er fyrsta lína, ég var ekki. Hossa með mamma og dama. Ertu ekki byrjun ánæður að þú hafir eignast barnið þitt cirka bara áratug eftir að Hossa vinsælt, annars væri að hlusta á það lag svona 70 sinnum á mínútu? Það, sko, þegar átt það er alltaf eitthvað lag sem maður heyrir óþarflega oft. Settist ég í bílinn og heyrði í fyrsta skipta aðeins minni hvernig var þetta? Ég trú ekki ég sé reyfið upp vegna þess að ég var með þetta heilanum í sólarhring. Eitthvað, skýin eitthvað sólin, eitthvað. Og Peacemaker með Monotone sem að var mjög stór hittari. En áður förum í dánafregnir að þá komin nýr liður sem að verður ekki fastu liður af mörgum ása. Hverju dóu ekki? Hverju lifði af 2014? Það var til dæmis Skúli pípulatningameistari í Keflavík, hann lifði af 2014. Nei, það er tweet vikunar vegna þess í fréttablaðinu, í Lífið blaðinu var svona dálkur sem ég tweet vikuna, það sem að tekin voru nokkur bestu tweet, íslensk tweet. Ok, og ég gíska að Dóri Díana hafi átt 4 af þeim. Dóri Díana átti nokkur. Mjög mikið af því fyrir þá sem eru kannski yngri. Dóri Díana var á tímapunkti, ég ekki að segja þessi núna, og ég hef ekkert nema virðingu fyrir hann, þetta er ekki diss, en hann var einu svona þekktur fyrir að vera fílupúki. Hann var mikil fílukall á Twitter, hann var mikið svona röfla og eitthvað. Það var hans svona vettfangur til að losa sig við alla pyrring. Já, alls konar pyrring og gremju En í tweetvíkunar, ég fór í gegnum nokkuð blöð og fann svona the best of the best. Okay. Og þú mátt segja mér hvort þú skiljir af hverju þetta var í tweetvíkunar og af hverju ekki. Eða bara Á ég gíska hver skrifaði? Er það of flókið? Ég held að sé of flókið, sko. Okay. En kannski ef ég detta á eitthvað þá kannski. Okay. En Snorri Helgason, við byrjum bara létt. Snorri Helgason úr hljómsveitinni Sprengjuhöllinni tweetaði eiginmaður sögu Garðars tweetaði late night songwriting session and whiskey sipping #sorry new neighbors #sorry með mig #thank God it's Tuesday. Ok, hvaða slagar þetta? Ætli hann hafi verið hvað lög gerir sjáumst í bíó, nei hvað heitir live var Sprengjuhöllin ennþá í gangi? Nei hann var orðið sóló. Já hvað heitir, það er ekki sjáumst í bíó, það heitir eitthvað svona góða ferð eða eitthvað svona. Katrín Atladóttir tweetaði getum við ekki farið að hóphata eitthvað nýjan verða að fara að losna við köngulóa lagið úr heilanum maður eftir ég Köngulóa lagið? Áttum ekki alveg á þessu. Að tala með henni Hafdís Huld Here comes the Konguló. Já, það getur við Þetta fór eitthvað í töðunar sem að syngja á ensku og hann sagði Konguló.
sem að ég skildi ekki alveg the hate ef það er það sko. Nei, já, og líka alltaf bara að foreldrar eiga í svona haturs ástar sambandi við Alice Unnur Eggertsdóttir tweetaði, ég held að við Kevin Spacey gætum orðið svolítið flott par sem það er margt komið ljós Kevin Spacey síðan og eitt af því er það að hann er samkynhneigður þannig að það er ein af ástæðunum samdraumur úti af mörgum ástæðunum meðal annars vegna þess og lokum Atli Fannar hinn eini sanni tweetaði, get ýmislegt en að langa ekki aðra kókomjólk leið og ég hef klárað fernu er ekki eitt af því the challenge. Þetta voru tweet vikunar hana í 2014 þannig að við viljum hvernig stemmarinn var á klaganum. Dánafregnir 2014, við skulum dempa stemninguna, dempa ljósinn, dempa alls saman. Því þetta var ekki 2016, þú veist, eða 2022, en þetta var alveg stórt ár fyrir frægt fólk, já, vegna þess að bara strax í byrjun ársins, 2. febrúar, Philip Seymour Hoffman, það var einmitt, ég fór ekki að gráta en það var samt alveg, það var líka bara svona, hann var svo ógeðslega góður og hann átti, þú veist, sín bestu ár eftir, þetta var ekki svona, já, 10. febrúar, Shirley Temple, bandisleikuna 24. febrúar, annar grínisti Harold Ramis sem er einn af 4 Ghostbusters og leik sér myndum eins og Groundhog Day og fullt legend í leiknum og skrifaði Ghostbusters og alls konar 7. apríl Mickey Rooney 29. apríl Bob Hoskins 28. mæ Maya Angelou bandarískur rithöfundur 19. júlí James Garner bandarískur leikari 11. ágúst, eins og nefndum, Robin Williams 12. ágúst, Lauren Bacall og 24. ágúst, Richard Attenborough breskur leikari og kvikmyndaleikstjóri hann var í Jurassic Park hann lék jólaseinin í endurgerðin af Miracle þið hafið séð hann og þið hafið séð verk hans en þetta voru dánafregnir þetta voru skemmtileg engir fjöldamorðingir að ráðmækja í þetta sinn við erum komið með skoðanakönnun vikunar kannski þetta verður loka skoðanakönnun og það er eigum að sleppa dánafregnum eigum að drápa dánafregnum er það að drepa niður stemningu og líka bara, ég menna ég sverða það er og gleikur samt sem að finnst þetta uppáhald já, getur ekki beðar hver dó skipa alltaf öllu fyrir að eins og fólk þetta er fólk sem að þegar að lesa bók það byrjar alltaf að lesa síðustu síðuna og les svo, þetta er þannig hann byrjar alltaf að hlusta þá get ég notið restarinn af það er ekki að pæla þessu en ég heiti Tóni, Siggi Tóni á TikTok ég heiti Þórhallur og Þórhallur83 við erum með e-mailið tímavarp@gmail við erum tímavarp með Tóni og Tóto á Instagram og ég er núna að fara að gera TikTok síðu við tímavarp komin tími þannig að við erum allstaðar og endilega senda á okkur hugmynda deep dive'um ég er strax komið með veit hvað ég ætla næsta deep dive verður ég eftir að segja þér að því bara ég fekk það þá hugmyndi í gær en þú veist, endilega hugmyndir og sögur og alls konar en annars þá segjum við bara bless og Guð verið með ykkur já, við heyrumst í næstu viku bless